Halló. Jú, komið sæl og blessuð og velkomin til Þorlákshafnar. Við erum auðvitað að fylgjast með leik Ægis og Þróttara. Við fórum aðeins og seint í gang hérna að vera að skipta kameru, en þetta er komið í lag og tæparlega 15 mínútur liðnar á leiknum og Þróttarar er hér yfir 1-0. Og það var Aron sem kom Þrótturum yfir upphæðu leiks. Sem er komin í fína stöðu, Dimitri. Þungsnett ekki hann sem sveikan, hann heldur boltanum. Svo nú fyrir. Nei, gengur ekki. Það er svona verið ívið sterkari. Fengið klálega betri færi. Það er svo sem bara gömul saga og ný fyrir Ægismenn. Þeir eru ansi öflugir og sterkir. En vantar svona þetta smiðshögg að klára færin. Skilja sterkurskall hérna Antoni Breka. Ægismenn stilla upp Antonum í bakvörnum í dag. Það er Antoni Breki til vinstri og Anton Fannar vinstri. Stefán er í markinu í Ægismennum. Dabbi á Baldvin viðurliðsins. Ægismenn stilla upp þriggjamanna miði. Það er Renato, Kuniel, Kande og Atli. Gjörði Panik læra með og fremstur Svitnir í markinu, svo eru þeir með þriggjamann miðvörlínu sem er Tíkul, Baldur og Emil sem eru miðvörliðsins. Hann konar ekki þessi bolta. Þróttar er að myndast. Já, Eiríkur og Stefán eru menjúinni hérna á skjánum. Jörgen Kára meðinni. Aron læra með Ágúst vinstra megin og Hinrik fremstur. Við passa bara að það eru kvöldvarskaparinn á milli þeirra og hvað er gerast. Hvað er þetta leiknamarkað? Hann segir sýstu sinni að Khalid dómarleikinn sem að róa hér menn niður. Ræðir hérna við menn alveg ræða. Það er ekkert að komast yfir kjaftaði hér eftir hansvakt. Hvað er það bara að gera því að spila svensk? Það leikurinn frá okkur á stað, það var ansi langur lestur hérna. Næja, það var sagt sitt og leikurinn getur sett áfram. Ekki verið að drekka, nei. Það er bóttan Þróttar. Nei, Þróttar er engastir. Næja. Þetta er því að segja. Þróttara er fyrir að missa því. Nægilega eina færi Þróttara í leiknum hingað til. Ægismenn hafa fengið svona nokkur svona spurning allan tíminn í heimum í þengast og Svana Khalid, dómarleiksins, spjaldar hann hér. Finnst það ekki líka það sem farin að tefja strax. Það hefur 18,5 mínútur liðnar á leiknum. Aðeins einsmark fórustu, hann lítur bara að verið brasi með að koma boltanum inn. Það er alveg að fylgjast með því, hvort hann hefur verið ykkur svoleiðis brasi. Rókarður, Svana, dómarleiksins. Nei, ég er eiginlega að vona það.
Þjálfar Ægisleifs þeir eru svona pínu brasi með að finna sitt sterkasta 11 manna lið en mikið breytingum milli leikja og kristallast í því að Stefán mættur aftur í markið í staðan fyrir Tjóki. Hann hefur verið með alvarlega súkkulaúli í sumar. Þegar Stefán er ekki fyrst skipt sem hann kemur inn í lið. Hann spilaði eitthvað 3 leiki fyrir sumar. Þegar leistum á móti Grundæk ef maður rétt og það var kipt út. Tjóki fór að spila síðan og svo var hann mættur aftur. Hilti við besti leikmaður Ægisleifsins og er svona uppspilspunktur hjá Ægi í sóknarleiknum. Hann er bara á bekknum hér í dag. Það er líka ekki góð frammistöðu gegn Fjölni í síðustu umferð. Eins og þið kannski heyrið þá er ég mikill Ægismaður. Ég veit miklu meira Ægisleif heldur en Þróttaralið. Fyrir leikurinn sem lega 3-1 fyrir Þrótturum. Leikurinn var jafn fram að 80. mínútu og komum 2 mörk fyrir Þrótturum. Það var svona verið saga Ægismanna. Þeir eru inn í öllum leikjum og svo sprungið á limminum. Þetta er nýja leikmaður Ægisleifsins í miðjunni. Númer 6. Hér er óhættileg sending. Allt maður ekki tegið sér hérna. Hér Ívar Brasi fínni stöðu. Og skýtur bara í alla eða eitthvað. Næja, hotspilna sem Ægismenn eiga. Ég missi röddina eða hósta. Þá var það vegna að ég vera heima með pest. Fórna sér fyrir sitt lið. Já, þess að sjúga fyrir nefi og svona. Það er bara að flytta þessu. Betri. Það er tölvöld stærri. Ívar Brasi með hotspilna. Fyrir og Hotti komur óvart að Sveinn markvörður Þróttar kom ekki inn út af þessu. Það datt eða bara niður bitri fram að hann. Þannig að það kom bóta. Ívar tilbaka. Anton og Kante. Kante á að vera mjög öflugur í þessu að dreifa boltanum. Hann hitlaði ekkert sérstaklega í síðustu leik. Vilja að spila hérna, Ægisleif komur í fína stöðu. Tíminn endur bara að vaða á. Næst ekki hann, Sveinn. Það er þetta vel. Stöðunum svona auðvitað. Það lifði bara Þróttarum að hann taka boltan og étur og svo. Þetta verður stórhættulegt, líst ekkert á þetta. Hendi ykkur fyrir þetta. Já, vel gert, ok. Og já, það spila hálfur hjá Antoni Fannar hann að hann beitir eftir að Þróttarinn tækja boltan. Bauðum bara upp í dans. Það er hættur í begnum þegar að boltin þarf að skoppa. Guðlega gert. Einur hóttirna sem Ægismenn fá. Ægismenn búinn að spila nokkuð vel hérna. Þessi er fint skilið að vera undir. Mjög sterkari að mínum að þið. Og góður boltinn! Kraft í skallan. Já, það var fínasta hotspilna.
samt sem aður. Þróttar að vinna í brasi með að halda boltanum meira sinna raða. Hér, örgur á boltanum. Snýr og skiptur hann á boltanum. Ekki ská að hann hefði verið miðveri en þeir hafa boltan. Fyrir vörðinu að Ægismönnum en gekk ekki. Reyna sóknuna. Fyrir Ægismönnum. Tími fyrir að boltan hérna. Það spýr hún rétt. Það kemur hlaupilegna. Það bara vaða. Nei, ok. Heila til að vaða. Já, ok. Fínsta tilraun. Það er fast. Það er aðeins fast. Já, Rústöng. Tekur það fyrir Svein. Markvörð Þróttara. Liðið sem er svona spilandi. Þeir Ægismenn eru samt í næsta seti. Spilum með boltanum að þér. Já, þetta er fínt. Sóknarleikur Þróttara ekki verið sérstakur. Já, þetta er ekki Ægismanna. Það hefur þetta verið fólkstæðleika. Hér skjóti, setna eftir þetta. Þess að hjá það styrkt hinn þarna, allan að Grettis aðeins. Bara nýr, hann ætla að jafna sér eftir krossbótaslit allir. Skipti frá Selfossi yfir í Ægi fyrir leiktíðina. Þetta er. Hann er Ívo lítur kringu sig, sér hann með plás. Ég held að Ægir jafnir. Tilbaka á Kande, aftur um þetta hægra megin, fær hann ekki, Ívo brás aftur. Og bolti, kom breyka. Ægismenn halda boltanum, aftur Þróttarar. Þeir ná ekki halda boltanum með sína raða. Þá skiptur hann yfir og Anton gerir sér líka en aftur hornspyrna sem Ægismenn eiga. Svona smá gæði í hornspyrnunum núna því að þetta verður svona ekkert sérstakt. Síðan stóðs með hins og góð. Ívo bara kemur boltanum fyrir. Jæja, skall, nei, Baldvin er ekki að stýra þessu markiðin. Ekki búið og láta vaða. Og skot og nei, þetta er Samherja. Það er greitt, jæja. Ekki búið, kemur boltanum fyrir. Og hér Dími, nei, hitt ekki boltan. Jæja. Búið.
Hann rétti blöðum. Góður bolti, frábær móttaka. Hættulegt, minnst ekki á þetta að skot hér hann yfir, jæja. Ok, hvað er Sólveig? Það var ekki mikið mörg færi en þetta var virkilega gott hausspil. Þú sendingarna skipting yfir og því var það færi. Hér er Ívar Brass með mikið plás, leggur á stað. Ívar Brass opaslega góðum boltan og hraður eins og við sjáum. Ívar Brass komur í fína stöðu, lætur bara vaða og endur að varnarmanni henn. En einu hálfspilna sem Ægismenn fá. Leikmyndilega gefið að Ægismenn vaði í einhverjum færum út af þessum hálfspilnum. Svo sem búin að vera fá fín færi en svona stórhættulegt og ekki sérstök dauðafæri. Verið töluvert betri. Mögulega er í litaður. Aðtöfa með nefngæjan. Samþykkja það að Ægismenn er betri. Já, hann er sammála því. Það er gott. Bara þannig að hann er ekki Ægismaður. Sittur inn í liðina með og taktar í þessu leiknum. Ekkert höfðingi. Neini, aðbúið miklu brassinn, er ekki svona völdum á boltanum og tekur hérna viðnaða brot. Já, bara að brjóta hana og gerða það þannig að hann sleppur með spjaldið. Mjög náttúrulega að fá gullspjald þarna en þetta allt í teskið. Sig Ágúst, Þornum, gerir það vel, lítur í kringu sig, finnur Stefán. Þetta er gert, Tími hér, ekki Matti. Og Tími lítur að brota honum, á rétt. Betri túnibróðurinn fyrir og já, það var ekki svo hann gekk ekki alveg allir hérna og Ívo með boltan inn á teig, lítið inn á teig og það er Tími en hún er einn ákvörðun og líka boltan á sér pressunum allir að það er vel að það fulltrúi Þorvaldsson hér í þessu Ægislið. Arnar Logi á bekknum. Það eru svona einu Þorvaldsson búinir í þessu liði. Þeir eru aðkomumenn sem að er bara vel. Þeir ættir í sókn. Þeir selur sig. Þeir ættir aftur í völdina. Og Stefán kemur honum fyrir úr. Þessi bolti næsti í Antoni Fannari og nærstöngina. Það verður stór hættulegur í þessu skyndisóknum. Því að Ægismenn eru virkilega fram á vellinum. Bara einhvern veginn ekkert að koma almennilega út úr. Fyrir töðunar á mér, auðvitað. Persson og hún skilur tilbaka, hann bakkurleysins en Ægismenn eru vissum að markið tilbaka. Hittur upp, kemur hún fyrir og þetta var hættulegt, baltinn kemur svo frá. Og
hérna, nei. Tvö-0 fyrir Þróttara. Þetta er virkilega ákvarðandi. Þróttur að vera á völdum og leikna kannski síðustu 2 mínútur. Það er hóttarlega það. Þetta er pirrandi. Mjög pirrandi fyrir mér allavega. Ekki fyrir það Þróttara sem er að horfa. Það fyrir áleik. Þetta mark er krúsjál.